Hún á afmæli í dag. Já, fyrstu tónleikarnir mínir í Hörpu, það var nú bara rétt eftir að húsið opnaði. Í Eldborg þá sungum við saman við Víkingur Heiðar, vorum með vetrarferðina eftir Schubert. Það nú stund sem ég gleymi aldrei, því að bara fyrsta æfingin í Eldborg var svo, ég sko ekki hvernig ég var að orða það var uppgötunin eða upplifunin af því að heyra sjálfa mig í þessu hljómrými sem að ég þekkti nú svo sem svona hljóm annars staðar á heiminum, en ég sko þorði ekki að vona að þetta veri svona gott í Eldborg. Akústikkin í Eldborg þannig að maður getur gert það sem manni sýnist með röddina, þó að Sarur ekki þetta stór, þá getur maður nánast hvíslað og það heyrist allt hús. Þannig að sko breytingi frá því að spila í bíósal vestur á Melum og yfir í þetta reyndar það bara eins og að fara af Trabant og yfir á Mercedes-Benz. Það sem að mér langar að gera og ég vona að gerist á meðan ég get ennþá komið upp hljóði, það 8. symfónía Mahlers. Það eitthvað sem að verður að gera. Það ég hef einu sinni sungið í því verki og verð að fá að gera það aftur, og mér finnst að þetta hefur aldrei verið flutt á Íslandi. Þetta talað á enskunni þetta Symphony of the Thousand. Það eru það margir sem taka þátt í þessu. Það eru 3 kórar og risastór hljómsveit og ég maður rétt 7 sólistar. Og þarna upplifir fólk allan skalan, til dæmis í styrk alveg frá nærri því engu upp í, já, eins og maður myndi heyra út á flugvelli. Og það og ekki bara það, þetta bara verk sem að hreyfir við manni, þetta breytir manni og mér finnst endilega þetta ég flytjast í manni. Fyrir mér harpa musteri tónlistar á Íslandi, helgidómur, og við þurfum að umgangast hana sem slíka. Við þurfum að bera virðingu fyrir því sem fer fram í húsinu og hlúa því á allan hátt. Ég óska Hörpu hjartanlega til hamingju með afmælið, og ef ég mætti gefa henni einhverja gjöf, þá myndi ég gefa henni þá gjöf að við fengjum ráðamenn sem að skilja þetta hlutverk hennar og hlúa að henni eins og hægt